Nei, það engin latur í Latabæ og heldur ekki í Djúpavogsskóla. Þessi hressu krakkar hafa lagt mikið á sig í vetur til þess að undirbúa leiksýningu fyrir árshátíð skólans. Ekki fór allt sem skyldi vegna þess að daginn fyrir frumsýningu var öllum skólum lokað vegna fjórðu bylgju COVID. Við vorum náttúrulega það bil rétt að leiðin í páskafrí. Þetta gerist þarna miðvikudaginn 24. og síðan skólum lokað þarna 25. Og það var, við hvöttum krakkana þennan dag bara í þeirri trú að við værum að fara að hittast daginn eftir og sýna þetta. En þegar ég kom af sviðinu sem á hóteli og upp í skóla, þá satt starfsfólki það nú eiginlega bara algjörlega búið á því. Og það féll alveg tár og maður þurfti aðeins aðeins einhvern veginn að hugsa hvernig gerum við þetta vegna þess að krakkarnir eru búin að vera meira og minna í einhverjum hólfum í allan vetur og það búið að taka tímabundið að þeim listgreinar, íþróttir, sund og þetta bara búið rosalega erfiður vetur og allt í einu sáum við fyrir okkur við getum sett upp árshátíðina og við áttum ekki von á þessu. Hvernig var svo tilfinningin þegar þið komist að þið mættu ekki frumsýna? Dálítið svekkjandi en samt gott að fá meiri tíma til að æfa þetta. Hvað fannst þér? Hvernig leið þér? Bara svekkt alveg því að við langaði bara að klára þetta af og já. Var eitthvað farið að hlakka til að sýna öllum? Já, mjög mikið. En þér, hvernig leið þér? Það var bara mjög svekkjandi því það var svo stutt. Þetta var bara næsta dag. Þannig að það voru allir búin að æfa í búningum og allt svona. Þetta var bara pínu sjokk. Fanný Dröfn var sjálf í Djúpavogsskóla og lék í uppsetningum skólans. Þannig að það var mikill happafengur að fá hana til þess að leikstýra verkinu. Hún gat líka auðveldlega sett sig í spor krakkana daginn fyrir frumsýninguna. Þetta var, eins og krakkarnir segðu, mjög svekkjandi. Og alveg bara, þetta var bara algjörlega blaut tuska í framan, Þetta, við vorum bara á General á miðvikudeginum, frumsýningin var á fimmtudeginum og alveg búin að vera bara síðasti spretturinn að, fínbúsið og gera þetta ótrúlega flott, allir í búning, allir málaðir, þetta var bara, og síðan bara heyrum við þetta í útvarpinu, ég var bara engin sýning á morgun og já, en við gerum þetta einhverju flottu. Þessi krakkar eru búin að leggja sig svo ótrúlega vel fram eins og þau gera alltaf og eru náttúrulega 10. bekkur, núverandi 10. bekkur búin að gera þetta öll árin, búin að taka þátt öll árin og bara þvílík lukka að fá Fanný inn í þetta því að hún gerði þetta öll sín ár, byrjaði nú strax í öðrum bekk að leika í grís að leita hlutverkunum og þannig að þetta svona ákveðið uppeldi í leiklist og framkomu. 2011 þegar ég kem hingað þá man ég við vorum 48 nemendur, það eru 90 nemendur núna í ár. Þannig að þetta mjög stórt verkefni og það fá allir að taka þátt í raun og veru. 7. til 10. bekk, nemendur í 7. til 10. bekk fá að velja. Hvort þeir leika stórt eða lítið hlutverk, en yngri nemendur fá líka að leika eitthvað og taka þátt og dansa. Þannig að þetta alveg virkilega stórt verkefni. Krakkarnir fá að velja hvað þau vilja gera í þessari sýningu. Ef þau ekki til í að leika, þá svo margt annað sem þau geta gert og hugað að því sem þeim finnst gaman. Við erum með leiklistina, við erum líka með bara listgreinar yfir höfuð að mála sviðið og hanna það og síðan erum við líka með handavinnu, að sauma búninga, búa til búninga, hugað að því, tækni og ljós. Síðan erum við með að gera leikskóna, það bara að gera í tölvu. Allir krakkarnir fá að velja það sem þau vilja og það kemur bara svo sterkt fram og á endanum þegar þetta allt púslað saman þá þetta bara svo ótrúlega flott hjá þeim. Hvað stóð helst upp fyrir þér? Hvað fannst þér skemmtilegast? Dansatriðin. Skemmtilegt að dansa. Hver semur allir dansan ykkar? Eina svona Fanný. Eina svona Fanný, já. Hvað fannst þér skemmtilegast? Við bara líka að dansa og vera með krökkunum að æfa þetta og eitthvað. En þér? Mér fannst skemmtilegast þegar við fengum að fara upp á svið og æfa þar generalpröfan sem var svo ekkert úr en. Hvernig líst ykkur svo á að sýna þetta svo bara úti í staðinn? Það
verður skrítið en reynir bara að gera best úr því. Það verður öðruvísi. Já, upplifun. Hvað heldur þú? Ertu spennt fyrir því? Svona, það verður skemmtilega að sýna þetta inni en ef við þurfum að sýna þetta úti þá er það alltaf leið. Kannski bara aðalatrið að fá að sýna þetta. Já, mér finnst þetta bara spennandi sko. Það er bara gaman að við fáum að gera þetta. Þó að þó nokkur pása hafi verið tekin frá æfingum voru krakkarnir alveg til í að dusta rykið af einu atriði fyrir okkur. Það er alveg ótrúlegt hvað þau muna mikið. Ég æfði þetta með þeim í gær og ég alveg bara, ok, við þurfum ekkert að æfa þetta aftur. Þið eru bara með þetta. Þetta er bara algjörlega í vöðvaminninu, sko. Það voru bara alveg með þetta. Mættur ég klár og jafnvel fínari en fyrr. Frískur eins og golan, ég get aldrei staðið kyrr. Flattið þetta alveg? Ekki láta ykkur bregða eftir sjáið mig. Förum öll að fleygiferð og syngjum eitt þeim. Og öll í einu, enginn latur í Latabæ. Fyrir það er á hreinu, enginn latur í Latabæ.